Hugræn sjálfstyrking. Breyttu hugarfarið þínu. Halló og velkomin á Sporin að velmegun. Í dag munum við tala eitt mikilvægasta verkfærið sem þú hefur til að ná árangri, hugarfarið þitt. Hugræn sjálfstyrking snýst ekki bara jákvæðar hugsanir. Hún snýst að endurforrita huga þinn til að vinna með þér, ekki á móti þér. Því þegar þú breytir hugsun þinni, breytist lífið þitt líka. Hér saga af Karli. Karl var hæfileikaríkur maður, vinnusamur og með góða menntun, en hann fannst hann alltaf vera fastur. Hann sá aðrir ná árangri í vinnu, byggja upp líf, fjárhagslegt öryggi og sjálfstraust, en hann sat eftir. Einn daginn áttaði hann sig á að vandamálið var ekki hæfileikarnir. Það var hugurinn hans sjálfur. Í hvert skipti sem tækifæri kom, sagði hann við sjálfan sig: Ég get það ekki enn. Ég hef ekki næga reynsku. Ég gæti gert mistök. Þetta voru ósýnilegar hindranir sem hann hafði sjálfur byggt. En daginn ákvað hann að breyta. Hann skrifaði niður allar neikvæðar hugsanir sem hann tók eftir og á móti hverri skrifaði hann nýja útgáfu. Ég get ekki gert þetta, var það: Ég er að læra þetta. Ég er ekki nógu góður, var það: Ég er á leiðinni að verða betri. Þetta var byrjun á hugrændri sjálfstyrkingu hans. Karl tók eftir því að þegar hann breytti orðum sem hann notaði, breyttist hvernig hann fann fyrir sjálfum sér. Þegar hann byrjaði daginn með setningunni: Ég get lært eitthvað í dag, fann hann fyrir orku. Þegar hann sagði: Ég get stjórna viðbrögðum mínum, fann hann ró. Þetta snýst ekki að hugna raunveruleikann, heldur að velja hvernig þú bregst við honum. Þegar þú hugsar neikvætt, sendir hellindir skilaboð að draga þig í hlé. En þegar þú hugsar uppbyggjarlega, virkjast hlutar heilsins sem tengjast hugrekki, lausnamiðuðum hugsunum og sjálfstrausti. Þannig breytir þú hugarfari, ekki með töfrum, heldur með þjálfun. Hér eru 3 einföld skref sem þú getur byrjað á í dag til að þróa hugræna sjálfstyrking. 1. Fylgstu við hugsunum þinnar. Taktu eftir hvaða hugsanir koma oftast upp. Skrifaðu þær niður án dóma. Meðvitund er fyrsta skrefið að breytingu. 2. Endurskrifaðu söguna þína. Þegar þú heyrir innri rödd segja: Ég get það ekki, svaraðu: Ég er að læra. Ég er á leiðinni að verða betri. Endurtekning skapar nýja taugabraut, nýtt hugarfar. 3. Gerðu litla aðgerð á hverjum degi. Hugarfar breytist ekki með hugsun eina saman. Þegar þú framkvæmir smá jákvæða aðgerð á dag, styrkirðu trúðina á sjálfan þig. Þetta er kjarni hugrænnar sjálfstyrkingar. Smá hugsanabreiting pluss smá aðgerð er líka stór árangur. Munað, hugurinn er eins og vöðvi. Hann styrkist með þjálfun. Þegar þú hugsar neikvætt, veikist sjálfstraustið. Þegar þú hugsar meðvitað, veksað. Þú þarft ekki fullorðinn dag til að byrja. Þú þarft bara að velja eina hugsun í dag sem þjónir þér betur en sú ögla. Því hver hugsun sem þú breytir stefnu lífsins smám saman. Smá breyting í hugarfari getur leitt til stórra breytinga í raunveruleikanum. Ef þú vilt fleiri sögur og aðferðir sem hjálpa þér að þróa sterkari hugarfar og bæta líf þitt, smetla á subscribe og íta á bjölluna til að fylgjast með næstu vinnbandi. Deildu í athugasemdunum. Hvaða hugsun ætlar þú að breyta í dag? Látu Sporin að velmegun halda áfram saman.